Þorvaldur Gylfason og þegar hann hefur lokið máli sínu þá mun ég loka mælendaskrá þennan lið. Gjörðu svo vel, Þorvaldur. Já, formaður, góðir ráðsfulltrúar. Ég ánægður með tillögur B-nefndar og viðleitni hennar til að styrkja stöðu löggjafarvaldsins gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þetta lykil þáttur í þeirri viðleitni okkar að skerpa skilin milli ólíkra valdþátta til þess að treysta valdmörk og mótvægi. Ég hygg að það sé best að svara spurningum og sjónarmiðum bæði Gísla Tryggvasonar og Vilhjálms Þorsteinssonar með því að leyfa ykkur að heyra og þá leið boða breytingartillögu okkar Ómars Ragnarssonar við 28. greinina stjórnarmyndun. Við Ómar höfum sem sagt soðið saman úr ræðum okkar áðan svofellda tillögum. Þegar skipa skal forsætisráðherra leggur forseti Íslands fram tillögu eftir samráð við þingflokka og alþingismenn. Þingið greiðir atkvæði tillöguna innan 4 virkra daga. Við getum breytt dagafjöldanum eftir þörfu. Verði tillagan ekki samþykkt leggur forseti fram tillögu að nýju og atkvæðagreiðsla endurtekin samkvæmt 1. málsgrein. Hafi tillögum forseta verið hafnað 4 sinnum, getur hann annaðhvort rofið þing og boðað til alþingiskosninga eða skipað forsætisráðherra utan þings stjórnar. Samþykki alþingi ekki tillögu forseta forsætisráðherra utan þings stjórnar, getur forseti lagt málið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Hafni alþingi lagafrumvarpi utan þings stjórnar, getur forseti skotið málinu til þjóðarinnar. Ef alþingi samþykkir tillögu forsætisráðherra, ákveður hann eða hún skipan ráðuneyta og tölur ráðherra og skiptir störfum með þeim. Þá tilnefnir hann eða hún ríkisstjórn sína og tilkynnir hann að forseta alþingis svo fljótt sem verða má. Forseti Íslands skipar forsætisráðherra fyrir hönd alþingis og veitir honum eða henni lausn. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn. Að lokum þetta, samþykki alþingi vantraust á ríkisstjórn forseta Íslands því aðeins skylt að veita henni lausn frá störfum að alþingi samþykki tillögu forsætisráðherra sem njóti trausts alþingis. Sjáðu, síðasta setningin lykilsetning og frá Ómari komin og hún svarar áhyggjum Vilhjálms og annarra yfir afleiðingum einhvers konar pattstöðu milli þings og utanþingsstjórnarinnar. Með öðrum orðum þingið þyrfti að hafa komið sér saman áður en það fengi stjórnskipulega heimild til þess að bregða fæti fyrir utanþingsstjórnina. Og þarna einmitt skýringin á því hvers vegna utanþingsstjórnin á stríðsárunum gat starfað í friði við stjórnmálastéttina þótt samskiptin væru stirð á 3. ár. Og þessa tillögu ætlum við sem þá bera fram með leyfi formanns.